Já, þetta var ekkert svakalega létt í dag. Nei, langt frá því. Alltaf, einhvern veginn, alltaf erfitt að spila á móti Afríku. Við erum þéttar og við lendum í bara ótrúlegustu vandræðum með að skora hjá þeim. Ég hef sjaldan séð jafn mikið að dauðafærum eina leik og þið voruð ekkert svakalega mikið að nýtingu það, heldur. Nei, þetta er bara, ég veit nú ekki hver tölfræðin er. Hún er örugglega ansi há og ég held að við höfum aldrei spilað svona stífan sóknarleik með góðum sóknum án þess að fá mikið út úr því. Setti einhver 6 skot í stöngina í dag. Ef þið ætlið að vinna bikarinn, þá verður það að nýta svona færi. Já, klárlega. Við þurfum að nýta svona færi. Við erum ekki að fara að fá svona mörg færi í bikarúrslitaleik. Það er alveg á hreinu. Sko, ef við getum bara færin sem við fengum í fyrstu 10 í fyrri hálfleik, það eru kannski færin sem við fáum. En við erum að skapa okkur góð færi og það kemur alltaf einn svona dag þar sem þú ert ekki að nýta þetta. Það er fínt að þessi leikur er fyrir bikarúrslit. Þeir eru að klúra þó nokkrum vítaspyrnum í sumar. Klúruðu einni í dag. Ætlaðu að æfa þetta eitthvað sérstaklega fyrir leikinn? Nei. Þá láta það vera. Já, þegar menn þurfa að skora, ef við förum í vítaspyrnukeppni eða annað, þá bara skora þess. Ég hef engar áhyggjur af því. Við höfum farið í gegnum það margar vítaspyrnukeppnir að við þurfum ekkert að æfa það sérstaklega. Þetta er allt góðir fótboltamenn sem skjóta á hverjum einasta degi og það er kannski bara meira þess að anda inn og fá loft í magann og slaka á og njóta þess að taka víti. Nokkru lykilmenn ekki með í dag, Sömmer, DK og Hrafnhildur, verða þær klárar úrslitaleikinn? Já, Hrafnhildur og DK verða báðar klárar. Sömmer er farin heim og við tókum það ákvörðun að hún myndi ekki klára tímabilið með okkur. Takk fyrir þetta, Gunni, gangi vel. Takk.